Hérna við ætlum núna að ræða vísindi. Ég byrjaði á því fyrir einhverjum 2 vikum að kalla hingað inn vísindamenn og fólk sem að starfa í vísindum. Bæði til þess að segja mér frá hvað það fólk að bardúsa. En líka svona leikum við forvitna og vita hvað við getum dregið inn í gegnum spjall hérna við rauðaborði, hvort að sé hægt að útskýra þannig að ég skilji og þar með þeim þau líklega öll vera búin að skilja kannski hluti sem að við fyrirfram teljum vera of flókna og erfiða útskýringar. Og nú erum við eiginlega komin alveg í botnin að þessu. Hingað er komin Lárus Thorlacius, prófessor í eðlisfræði, og ég ætla að byrja að útskýra fyrir mig strengjafræði, sem að ég held að svona almennt sé álitin að vera mjög illskiljanleg fræði, eða ekki? Það fyrir svona eftir í hvernig á það er litið. Þetta er ekki eitthvað sem þú ræðir í fermingaverslum? Já, það fyrir svolítið eftir hverju gestirnir eru. En jú, hún er flókin að því leiti að hún byggir á svona í rauninni allri þeirri starffræði sem að við eðlisfræðingarnir kunnum skila og getum lært. En hún er að vissu leiti auðskiljanlegri heldur en allar hina kenningarna sem hafa verið setta fram til að fást við sömu hluti, því þær eru bókstaflega leiða til mótsagn og eru þarlegandi óskiljanlegar. Já. Þannig að því leitinu til strengjafræðin kannski ekki óskiljanlega, en sem komið þá hefur það er ekki ennþá búið að rekast á vegg. Nei, það er búið að rekast á svona fyrirstöður ýmsar en það er ekki alveg. En hvaða kenningar eru það sem eru þá auðskiljanlegri maður myndi halda að vera auðskiljanlega en reyndi svo bara að vera illskiljanlegar? Hverjar eru þær? Við þurfum kannski aðeins að stíga tilbaka og velta fyrir okkur hvaða verkefni það er sem að strengjafræðin er ætlað að leysa. Og það er, má segja, strengjafræðin, hún er viðleitni til þess að henda reiður á minnstu byggingareiningum efnisins og reynda líka þá tíma og rúms og hvernig það er, hver eru grunneiningarnar, hvernig hafa þær áhrif hver á aðra, og þetta er svona þróun sem að átti sér stað, ég er alltaf öldum saman í rauninni en svona jógst mjög hraðin í þeirri þróun á 20. öldinu og fram á 21. öldina. Í upphafi 20. aldar að þá var orðið nokkur ljóst að það vantaði heilmikið upp á skilning okkar á efni. Það var búið að uppgötva svona fyrirbæri eins og geislavirkni sem var mjög illskiljanleg út frá hefðbundnum eðlisfræðikenningum. Fram að því þá voru kenningarnar svona aflfræði Newtons annars vegar og svo rafsögufræði Maxwell sem eru afskaplega góða kenningar og enn þann dag í dag standa fyrir sínu. Það lýsa mjög mörgu í heimi okkar. En ekki hinum smæstu einingum? Nei, það ráð ekki við þessar smæstu einingar. Á hverju er annar veruleiki meðal hins smæsta og hins svona, þetta er ekkert svo stórt til þess að eðlisfræði Newton farið að gilda? Já, það er í rauninni svona liggur í eðli skammtafræðinar að það eru og reyndar það er annars vegar að skammtafræðin sem lýsir hennu örsmáa, síðan það er svona önnur höfuðkenning 20. aldarinnar og hinn eru afstæðiskenningar Einsteins og þar erum við að fást við efni sem er að nálgast ljóshraða. Í svona hefðbundin eðlisfræði þá er ekkit engin efri mörk á því hvað ljós fer hratt eða nokkur hlutu fer hratt, en það er alveg skýr hámarkshraði í afstæðiskenningunni. Og svo er náttúrulega almenn afstæðiskenningin, hún snýr að þyngdaraflinu og var framför frá þyngdarfræði Newtons. En það sem að allar þessar kenningar eiga sameiginlegt að það eru svona mælanlegar stærðir sem einkenna þær. Ég nefndi ljóshraðan, hann er ákveðin hraði, hann er mælanlegur og hann hefur ákveði gildi. Síðan höfum við í skammtafræðinni, þá er það ná ekki alveg jafn augljós stærð en það er svo kallar Plancks fasti. Og hann hefur mælanlegt gildi. Hvað séu Planck? Hann er fasti Plancks. Planck var einn af frumkvöðlum skammtafræðinar. Og ef að þessi Plancks fasti hefði ekki þetta mælanlega gildi, ef hann væri miklu minni en hann er, þá myndu skammtaáhrifin ekki sjást fyrir en við ennþá minni kerfi. Að það er í rauninni þessar
stærðir sem að einkenna kenningarnar maður þær segja okkur hvenar gildissviðir og hvenar þurfum við að taka til og það varðandi skammta áhrif eins og í frumefnum og slíku. Þá þetta gerast svona þegar við erum komin niður á kvarða sem lengdarkvarða sem kallaður angström. Það svona 1/10 úr nanometra sem svo aftur 1 milliardasti úr metra. Þetta eitthvað sem mér algjörlega ómögulegt að skynja. Og þetta þetta það vegna þess að þetta ekki hluti sem við sjáum. Og sígilda eldsupptök. Og bara mjög langt frá því. Þetta frekar langt frá því, já. En við höfum vel samt leiðir til þess að skoða þetta, óbeint. Það sem við sjáum, það byggir náttúrulega á ljósinu sem að berst inn í augu okkar og ljósið hefur ákveðna bylgjulengd og svo hún mjög stutt en hún samt nokkur 100 nanometrar. Og ef maður ætlar að reyna að nota bylgju eins og ljós til þess að skoða eitthvað sem miklu minna heldur en það, þá náttúrulega gengur það bara ekki vegna þess að það greinir ekki. Í rauninni það frumskilyrði fyrir því að venjulega ljósfræði virki að hlutinni sem þú sett að skoða séu stórir miðað við bylgjulengd ljóssins. En það til aðra leiðir til þess að komast niður á stutta bylgjulengdir. Og það með því að stytta bylgjulengdina í ljós bylgjur sem við kallum rafsegulsvið og það til bylgjur sem hafa styttri bylgjulengd, við kallum það röntgengeisla og svo þetta og gammageislar ennþá styttri. Þannig það þá ef maður gæti búið til smásjá sem hann notar slíkt í staðin fyrir hefðbundna smásjá, að þá getum við fara að skoða hluti sem minni. Og framþróunin í þessari leit mannsins inn á við að skoða minni og minni hluti. Hún vörðuð af tækniframförum sem hafa orðið, sem á hverjum tíma hafa leyft okkur að búa til smásjár, sem að hafa betri og betri greinigæði. Og fyrst voru þetta náttúrulega bara venjulega smásjár, síðan hægt að nota röntgengeisla. Þetta keppni verkfræðinga ekki tíður heldur en vísindamanna? Algjörlega. Og síðan var hægt að fara að nota rafeindir. Það annar eiginleiki sem kom upp úr skammtafræðinni að það í rauninni minni munur á bylgjum annars vegar og svo aftur ögnum. Það inn í skammtafræði ekki alveg skýr greinamunur á þessu. Það að segja, það fyrir svona svolítið eftir í hvað þú ert að skoða, hvort að rafeind hegðar sem meira eins og ögn eða meira eins og bylgja. Sama reynda með ljós. Og þegar að þú ert komin með og það sem við kallum rafeindasmásjá nú algengt tæki og notuð í alls konar rannsóknum í dag að það byggja á því að nota í rauninni rafeindir sem bylgjur til þess að skoða alveg á sama hátt eins og maður nota ljós í venjulegri smásjá. En síðan til þess að skoða ennþá minna, þú vilt komast þarna fyrst voru við til skammtafræðin, hana þurfum við til þess að skoða einstaka frumeindir og svona strúktúrin í þeim og þá kom nú fljótt í ljós að þær voru annars vegar innihélduðar rafeindir sem voru svona einhvern skilningi á sveimi í kringum kjarna. Það svona ekki alveg hægt maður þarf að þarna þá hegða þær svolítið meira eins og bylgjur heldur en agnir, þannig að það ekki þannig þetta sé eins og líkur litla plánetur og brautum heldur. Ekki eins og var í bóku frá Almenna bókafélaginu sem ég las í bókasafninu í Sólheimum svona 1969. Já, ég hef verið þar svona nokkrum árum á eftir þér. Og þá var þetta væri minnstu einingar heimsins og úr þessu væri heimurinn allur byggður. En það reyndist vera algjörlega rangt. Já, en þann dag þetta nú rafeindir eins litlar eins og nokkuð sem við höfum séð. Já. Það að segja, við höfum, þegar það hegða sér eins og agnir, í tilraunin það sem það koma fram sem agnir, þá hefur okkur aldrei tekist að sjá neitt strúktúr inn í þeim. Það hegða sér eins og 7-punktlaga agnir í öllum tilraunin sem hafa fram. En þá hins vegar ekki við kjarnana. Kjarnarnir, þeir eru reyndar miklu minni heldur en frumeindirnar. Frumeindir eru eiginlega svo til tómar. Það örlítill kjarni í miðinu og svo svona þetta ský af rafeindabylgjum í kring. En inn í kjarnanum eru svo agnir sem við vitum í dag að heita róteindir, annars vegar og nifteindir. Og þeim haldið þar inni af kröftum sem eru mjög frábrugðnir svona þessum kröftum sem við þekkjum í rauninni aðalega áhrif tveggja krafta í svona okkar daglega lífi. Það er þyngdaraflið náttúrulega og síðan svo það raf- og segulkraftar sem eru svona tvær birtingamyndir á sama hlut. En þarna inn í kjarnanum eru svo aftur tvær
tvennskonar áhrif og það eru það sem við kallum sterka kjarnakraftin og veika kjarnakraftin og sterki kjarnakraftin hann heldur þessu öllu saman. Meðan veiki hann kemur svona framöðru sem kemur fram í svo kallari beta geislavirkni og mjög mikilvægur líka og hefur svona ýmsar afleiðingar í sem að maður kannski ekki augljósar en spilar inn í til dæmis hver svona sólin svona langlíf, kannski hún brennur svona hægt með að það hefur að gera með það er ákveðnar í ferli þar í gangi sem að krefjast þess að það fari þessi veika víxlverkun eða veiki krafti komið þar að og einmitt því að við kallum að veika hann hægir á og þar að leiðandi verður sólin mun hún verða einhverja milljarða ára gömul en frekar heldur en miklu styttri þannig að þetta skiptir okkur máli þó að þetta sé kannski ekki hluti sem við erum að velta fyrir okkur í daglegu lífi en þannig erum við sem sagt búin að í rauninni þessi mynd af kjörnunum, hún var að þróast svona þegar leið á öldina og hún byggði á því að það var hægt að fara að skoða betur og betur það sem að voru svona mjög mikilvægar til það voru svo kallar agnarhraðlar sem voru tæki sem voru notið til að koma ögnum og mjög háan hraða og síðan var þeim skotið á skotmörk og í kring, raðað í kring mæltækjum, kallum agnanema og þar var að skoða hvað kemur út. Og svipa og taka bara hamar og berja eitthvað til að sjá hvað inn í því. Já. Þetta er ekki. Það svona í grunninn tilraunin er svo og í rauninni eftir því sem við viljum skoða innar og það hefur að gera með svona grunn eiginleika í skammtafræðinni að í rauninni til þess að skoða hlutina komast inn að við kalla það greina kjarnan frá hisminu þá þarf maður alltaf að reyna að beita stærri og stærri hamri í rauninni og þessi þróun hún hélt áfram og það var hins vegar í þessum tilraunum öllum að þá skipti þyngdamáli voða litlu máli. Þegar maður að skjóta ögnum hver á aðra þá hefur maður ekki miklar áhyggjur af því. Þannig að það var svona samhliða þróun að auðvitað vill fólk skilja hvernig þyngdarafli virkar og afstæðiskenning Einsteins, hún skýrir það mjög vel og hefur staðist mjög mörg próf og samaskapið þá hefur skammtafræðin og svona aðeins flóknari afkomendur hennar sem við kallum skammtasviðsfræði, það er þegar við þurfum að, það er í rauninni það er áfram skammtafræði en þegar við erum að tala um kerfi þar sem eru agnir að hafa áhrif hver á aðra þá í rauninni verðum við líka að tala um rafsegulsviði sem að verkar á millið þeirra og reyndar síðan fleiri svið og þetta þarf alltaf að vera í samræmið þessar agnir náttúrulega farin að hreyfast mjög nálægt ljóshraða og þar alveg endi verður við að taka tillit til takmörku afstæðiskenningarinnar og það setur kröfur á svona, það eykur flækjustigið á útreikningunni sem að þarf að framkvæma og það kemur í skammtafræðinni þá kemur tvennt til sem að hefur afgerandi áhrif á þetta allt saman og það er annars vegar svo kallað óvissulögmál sem segir að ef að þú vilt vita staðsetningu agnar mjög vel eða þú vilt skoða mjög nákvæmlega þá veistu mjög lítið hraðan á agninni sem þú ert að vinna með sem þýðir hefur þær afleiðingar að eina leiðin til að komast inn í að hafa óheim í háan hraða og síðan fara hlutindu bara út í buskan mjög fljótlega og þá þarftu að raða agnanemunum og síðan sérðu hvað kemur út og reynir síðan að svona rekja þig tilbaka og leiða nota fræðin til þess að átta þig á hvaða var sem gerðist í alveg innst. Þannig að það er óvissulögmálið annars vegar og reyndar að þá tengist líkin í takmörku afstæðiskenninguna að það er svona afleiðing af kannski frægasta jafna Einstein sem er E-jafnt og MC í öðru. Hún er reyndar sértilfelli af aðeins flóknari jöfnu, hún gildir þegar agnir eru kyrrstæðar. En það sem hún segir okkur er það að í rauninni efnið það er birtingaform orku og það er hægt að ummynda efni yfir í orku og það er hægt að ummynda orku yfir í efni. Þannig að það sem gerist í þessum nútíma öreindatilraunum, þar sem að smásjáin er orðin hringhraðall í landamærum Frakklands og Sviss í CERN sem er 27 km langur og þar þeytast agnirnar í hringi og svo er þeim beint saman að þá bera þær óhemmi mikla orku.
Það eru farnar að bera orku sem 1000 sinnum meiri heldur en orkan sem var fólkin bara í kyrrstæðri. Þetta eru róteindir sem Það eru hlutfallslegri orku miðað við stærð sína. Já, miðað við runnið, það er þetta massi róteindar, hann er mælanlegur og hún hefur ákveðna orku sem M sinnu C í öðru. Svo getur bætt við hreyfi orku og þá verður heildarorkan, þá ferðu aðeins flóknari jöfnu en þegar þú komir þannig í þennan hraðal þá er heildarorkan orðin sko mörg þúsund sinnum kyrrstöðu orkan. Þetta er eiginlega allt saman hreyfi orka. Og síðan rekast 2 róteindir saman, hvor á móti annari og þá segir varðveislu orkunar að þá áttu orku til þess að búa til ókjörun alla vögnum. Og það sem gerist í þessum hröðlum að það myndast mörg hundruð agnir sem þeytast í allar áttir. Og þá orkan að umbreyta sér í agnir? Hún er að breytast í efni, já. Og þetta er við getum skilið þetta með því að nota reikni aðferðir skammtafræðinnar. Þetta er hins vegar svona mjög illskiljanlegt út frá sígildri eðlisfræði. Það er ekkit. Það sem að þið að dundugu við í þessum hraðal, þetta er ekkert sem að gerast í veröldinni eða heiminum eða alheiminum. Þetta er tilbúið ástand í dag, sem er bara til þess að kíkja inn. Já, þetta gerist vissulega í alheiminum í dag vegna þess að þetta gerist til dæmis þegar ferli mjög svipuð gerast þegar að sprengistjörnur springa. Þetta gerist nokkuð örugglega mjög snemma í sögu alheimsins og þessar tilraunir, það er eitt af því sem þessar tilraunum er ætlað er að reyna að hjálpa okkur að skilja hvernig byrjaði þetta allt saman. Og rauninni höfum við komist ótrúlega langt með það. Við þekkjum sögu alheimsins mjög vel svona fram á við og það er ekki síst út frá vegna þekkingar sem hefur í kjarneðlisfræði og öreindafræði sem að þurfti þessar tilraunir með hröðlum. Þekkjum við þetta eða eru þær kenningar sem hafa verið búnar til þetta að þær eru mjög trúverðugar? Þær eru trúverðugar. Gætu verið að þegar þetta er svona eins og landkönnun, það er alltaf verið að fara dýpra og dýpra. Mætti ekki vera að einhvern daginn þá förum við inn á eitthvað svið þar sem að við sjáum eitthvað allt annað gerast. Þegar ég bara velta fyrir hvernig þú upplifir hversu traust þekkingin er. Já, sko hún er svona mistraust, sumt þekkjum við mjög vel, sumt og í vísindum, í raunvísindum sérstaklega, að þá þegar við treystum, það er vegna þess að það hafa staðist mörg próf og prófin eru þessar tilraunir sem við framkvæmum. Þannig að við setjum fram kenningar og þær eru svona og svo höfum við aðferði til þess að meta út frá þessum kenningum. Við getum sagt fyrir hvað á að gerast þegar við framkvæmum tilraunir. Og ef að það sem við fáum út, svo framkvæmum við tilraunin og við fáum út það sem er í samræmi við yfirleitt í skammtafræði, þá segjar kenningin til að það er ákveðna líkur á að eitt gerist og ákveðna líkur á annað gerist og þetta er hægt að meta með því að taka síendurtekna tilraunir. Og ef þetta gengur upp allt saman, þetta er í góðu samræmi, þá leggjum við trú á kenninguna og treystum á hana. Þangað til annað kemur í ljós. Þangað til annað kemur í ljós. Og það er mjög mikilvægt í vísindum að það er aldrei, ef ykkur reynir að selja þér endanlega sannleik í vísindum, þá veistu að viðkomandi er loddari. Og þetta er svona smá saman þá, og þegar við rekjum söguna svona eftir á, þá virðist þetta allt saman hafa verið bara svona, gengið allt svona hvað á eftir öðru. En það er rauninni langt í frá því að á hverjum tíma þá eru yfirleitt samkeppni milli mismunandi kenninga og mismunandi hugmyndir, sumar síðan reynast betur en aðrar og þeir sem er að vinna svona í fremstu röð hverjum tíma í vísindu, þeir eru langt í frá að vera vissir í sinni sög, þeir eru vissur margt en spurningarna sem þeir hafa mestan áhuga er einmitt spurningarna sem þeir eru ekki vissir. Annars verður ekki að spyrja ríkla. Já, annars getum við bara farið heim og sagt þetta gott. En varðandi þetta, þá var okkur við þegar við horfum aftur í söguna, hún er skrifuð af þeim hugmyndum sem að unnu og við sjáum kannski ekki þær átök eða deilur eða möguleika sem að þekkingin hefði getað þróast með öðrum hætti. Já, og strengifræðin er enda mjög gott dæmi kenningu sem var búin að tapa. Já. En svo kom hún aftur í annarri birtingamynd. Og svo Rocky bara. Og já, þannig að og það sem ég er að fikra mig í áttin aðinni með þessari sögu er að því smá saman náðu eðlisfræðingar betri tökum á að smíða mælitækin. Það má ég aðeins spyrja það.
sko, sömuleitt þetta eins og landkönnun sem að við notið sko ný mælitæki til þess að fara dýbra inn í myrkrið. En síðan eru aðrir sem eru að skoða himingeiminn og þeir eru líka alltaf að smíða stærri og stærri tæki og koma þeim bara sem lengra til þess að geta síða sem lengra. Sá sem eru að horfa á minnstu agnirnar og sá sem eru að horfa á alheiminn, bara stæðstu, bara það stæðsta. Já. Einhver munur á þessu eða? Þetta nátengt. Já, en hver munurinn? Munurinn náttúrulega sá sem að vinna með tilraunir, hann getur stýrt tilrauninni. Þú byggir þinn hraðar, þú ákveður hverju þú ætlar að skjóta saman og svo framvegis. Við bara fáum merki utan úr ræmi. Kannski að þeir geta ekki leikið sér að því að skjóta inn sólum inn í aðra sólir og svona. Og jafnvel það myndi vera frábrugðið því að ætla að skoða upphaf alheimsins. Þá fáum við rauninni bara einn. Og það ákveðið vandamál vegna þess að einmitt skammtafræðin sem við notum til að lýsa hinu smáa. Og ástæðan fyrir þetta tengist allt saman svona saman svo að okkar besta heimsmynd í dag gerir ráð fyrir því að alheimurinn hafi í rauninni áður verið miklu þéttari og fyrirbæri sem eru mjög aðskilin, kannski vetrarbrautir sem eru langt frá hver annar í dag, þær voru á fyrri í sögu alheimsins þá var þetta efni í rauninni mjög samþjappað. Allt efni í alheiminum? Allt efni í alheiminum, já. Var svona okkar besta kenning og aftur, þetta náttúrulega kenning, en hún hins vegar mjög vel undirbyggð af niðurstöðum mælinga. Nú það ekki tilraunir, heldur mælingar sem eru framkvæmdar. Hún gerir ráð fyrir að alheimurinn hafi í rauninni komið, alheimurinn eins og við þekkjum hann í dag, hann var ekki til fyrr en fyrir, nú man ég ekki töluna nákvæmlega, en það eru 13,7 miljardar eða eitthvað tímalengt sem við getum ekki skilið. Nei, en hins vegar, það sem ég finnst mjög merkilegt að þegar ég til dæmis var í doktorsnámi þá vissu við alheimurinn var ekstra milli 10-20 miljardar ára gamall. Síðan hafa verið framkvæmdar athuganir, nákvæmnisathuganir á geislun sem kemur utan á geimnum. Og sérilagi svokallaðar örbylgjukliður sem svona bara örbylgjur sem koma allstaðar að og nokkurs konar endurómur frá þessu skeiði fyrr í sögu alheimsins þar sem alheimurinn var svo þéttur og heitur að efnið var allt saman jónað, þar að segja það var ekki neitt, það eins og inn í sólinni, það var sem sagt kjarnarnir og rafeindirnar þeir voru aðskilin, þetta var rafgas og í rafgasi kemst Ekkert hafði myndast eins og við getum sagt miðað við hvernig við sjáum heiminn í dag. Já, nei, hann var bara svona súpa af þessu öll saman og í rauninni ef þú ferði ennþá lengra aftur þá var þetta súpa af kjarnefni en ef við skoðum bara þetta... Þetta er svo foryrt hugsun, efni var ekki búið að taka á sig neitt af þeim formum sem við þekkjum í dag. Það er að segja kjarnarnir, á þess að ég er að tala um þarna, þetta er þannig nú alheimurinn reyndar orðin svona komið nokkuð við aldur, þetta er orðið venjulegt efni og það er ákveðið svona kallaða moment í sögu alheimsins þegar að efnið verður gagnsætt. Hann verður gagnsær. Þegar að rafeindirnar ganga inn og bindast kjörnunum, þá allt í henni getur geislunin borist. Hvað sér gagnsætt? Já, sem venjulegt efni eins og þegar þú ert með gas af vetni segjum, þá getur þú séð í gegnum það er ljós besti gegnum það. En áður var það svo þétt og gastæki? Já, ekki bara svo þétt, heldur að rafeindirnar og kjarnarnir voru aðskilin og þetta eru agnir sem að bera rafhleðslu og ljós í rauninni uppspretta ljós hreyfing rafhleðslu, þannig að þegar rafhleðslunar eru frjálsar og hreyfingu þá eru þær í rauninni alltaf að stoppa allt ljós. Þannig að þetta er þétt efni og það sem meira er að það kemst í rauninni ekkert ljós í gegnum það. Síðan gerist þetta... Ég spyr alltaf eins og 12 ára. Er efni þá ekki á hreyfingu þarna inni eins og það er... Það eru mjög mikill hreyfingu. Þetta er efni sem er... hvað snúast rafeindirnar ef ekki kjarnan? Þær eru bara þetta er ástand það sem eru rafeindir út allt. Þetta er mjög þétt ástand. Þetta er eins og inn í sólinni. Þar eru rafeindir í sólinni ekki bundnar við tiltekna kjarna. Það er bara þarna, það er gas af rafeindum og það er gas af kjörnum og svona
heildar rafhleðslan er jöfn, það er jafn mikið af plús- og mínusleðslum, en þær eru mjög laus, þær hafa áhrif hver á aðra, en þær eru ekki bundnar. Og þannig var þetta upphaf alheimsins. Og þegar hins vegar það ná að bindast, þá verður hann skyndilega, og þá er hitastig alveg svona nokkur 1000 gráður allstaðar. Og síðan nær þetta bindast, þá fer ljósið, í svona heitu efni, þá er svokölluð varmageislun til staðar, sem er ljósgeislun þannig, enda með mjög stutta bylgjulengd. Verði ljós. Það verði ljós bókstæðlega því það sleppur, það fer þá að fara og ljósið er að fara í alla mögulegar áttir, allstaðar í alheiminum og alheimurinn hefur enga sérstaka miðju í samkvæmt okkar bestu hugmyndum. Síðan er ljósið að fara í allar áttir og síðan gerist það alheimurinn, hann er allan tíman, er hann að þenjast út. Það er hluti af þessari heimsmynd okkar, alheimurinn, hann er ekki kyrrstaður, hann er í útþenslu. Og svo þenst hann út og ljósið sem þarna hafði ákveðna bylgjulengd sem var örsmá. Þegar að alheimurinn þenst út, og þetta er ekki þannig að efni sé að þenjast út í eitthvað tóm, heldur er það tómið sjálft sem er að vaksa. Þegar þú gerir svona, mynda kúlu, hvað er á bakvið lófana þína? Já, hugsa þetta þannig að þá hugsa um yfirborð kúlunar. Það endar hvergi, með blöðru. Svo blæst hann út, þá er yfirborðurinn að stækka ekki satt. Já. En það er engin miðja, það er ekki þannig að norðurpóllinn sé í miðjunni. Það er eitthvað handan yfirborðsins. Það vill svo til að við höfum auðveldara með að sjá svoleiðis hluti fyrir okkur. Hins vegar eru lausnirnar á rauninni, þessar hugmyndir sem ég er að lýsa hér, það er fást með því að leysa jöfnur almenna afstæðiskenningarinnar, að gefnum ákveðnum forsendum. Og þessar lausnir, það lýsa rúmi sem er í útþenslu. Og það er ekki þenjast út í neitt, það er bara þenjast í sjálfu sér og það er bara að stækka. Þannig að hugmyndin sem að getur verið óþreyjufull inn í okkur að vita hvað er handan alheimsins ef hann þenst svona út. Já, þú ert að segja að það er bara hugmynd sem hún á ekki við. Hún á ekki við í þessum alheimi. Og alveg eins á hún ekki við ef þú vilt vita hvað gerist áður en þetta byrjaði allt saman. Þess að tíminn byrjaði líka höfnulega eða hugsanlega var tíminn til áður en alheimurinn var. Það er upphaf alheimsins eins og við þekkjum hann kemur úr þessu. Hvaðan kom þetta ef við bara ekki spyrjum tíma? Er það kannski spurning um tíma? Hvaðan þetta kom? Þessi þétti... Það er náttúrulega bara ein af stóru spurningunum í vísindagrein sem við kallum heimsfræði. Við getum, og það er kannski það sem ég vildi reyna að koma á framfæri, er að við getum skilið sögu alheims með því að rekja okkur aftur á bak. Við sjáum hvað við fáum. Við fáum geislun. Nú er geislunin, hún er með bylgjulengd sem er svona nokkurn veginn svona, nokkri sentimetrar og það eru örbylgjur þannig að það er ekki lengur sýnilegt ljós en þessi geislun þegar hún slapp þegar þetta þétta efni varð gagnsætt þá hafði hún örsmáa bylgjulengd bara og síðan er það vegna þenslu alheimsins en hins vegar að þá var ýmislegt búið að gerast áður en þetta gerist það var búið að myndast kjarnarnir til dæmis léttir kjarnar, það er að segja vetni og helín og svona allra léttustu kjarnar, þeir mynduðust þannig í þessari frumsúpu þessi heimsmynd, þetta er kallaði mikli kvellur, þessi mikla sprenging sem er í rauninni enn í gangi, eða hvað? Já, ef það er ennþá þennjast út. Þetta er alltaf þennjast út og það sem meira er að svona samkvæmt mælingum frá því svona lok síðustu aldar þá virðist nú vera að sísta hægja útþenslinu, hún er í rauninni að auka hraðan, það er önnur saga sem en minnstu kosti, þetta efni, þetta er allt saman er ekki betra heldur en að væri byrjað að draga saman svo fyrir framtíð okkar Ég held nú reynda hvað alheimurinn gerir, ég held að framtíð okkar ræðist nú meira því hvernig við höldum á okkar málum næstu áratugina núna erum við að tala hvort alheimurinn fellur saman í fjarlægri framtíð það eru eða heldur hvort sem hann gerir, ef hann heldur áfram í þessari þenslu, hún er sívaxandi, það er frekar óspennandi heimur undir lokin, því þá er í rauninni allt bara búið að þenjast út svo langt að hann svona hjaðnar bara. Þannig að hvort að, en á tímakvarða sem er svo fráleitur að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því. Hvað meina hann hjaðnar með þynnist út, getur verið það? Já, ég meina hann er að þenjast út og það verður þannig að eingöngu í rauninni allar vetrarbrautir sem eru mjög fjarlægar okkur, það virðast í svona heimi vera þenjast, fara hraðar og hraðar, fjarlægast okkur hraðar og hraðar og lokum þá fara þeirra fjarlægast okkur svo hratt að ljósi sem bestfræðin það mun aldrei ná að koma til okkar. Og það er ekki vegna þess að við sem nær kjarna alheimsins og það er fjær?
Nei, Það er ekki þannig. og það Það er ekki minni hraði á okkur. það er í rauninni engin hraði á neinum. Við erum kyrr og allt hitt er kyrrt, en það er bara vegna þess að alheimurinn er að þenjast svona út að þá þarftu að komast hraðar til að semst að ná ef þú vilt komast til okkar. Þannig að alheimurinn og ég er ætla nú ekki að halda því fram að við vitum þetta fyrir víst, en við framkvæmum svona nákvæmar mælingar á til dæmis þessum örbelgjuklið, við líka framkvæmum mælingar á hvar sjáum við vetrarbrautir til dæmis. Það er náttúrulega sumstaðar eru vetrarbrautir og annars staðar ekki. Langmesti hluti alheimsins er tóm. Þannig að og síðan eru vetrarbrautirnar að þær hanga saman í hópum og sumar eru, það geta verið svona það sem kallað eru vetrarbrautahópar, það sem eru marga vetrarbrautir sem eru að ganga hverjum aðra í bundnar saman. Með þyngdarafli? Með þyngdarafli, já. Og svo aftur, ef við skoðum á ennþá stærri kvarða, þá virðist nú vera nokkurn veginn jafn dreift efnið og það er eina forsendunum sem við gefum okkur að það er svona álíka mikið af vetrarbrautarhópum allstaðar í minnsta kosti hinu sýnilega alheimi. Annars þyrftu að útskýra að sprengingin hefði verið meira í eina áttina en aðra. Já, það sem virðist vera sprengingin, hún gerist allstaðar, hún gerist eins í allar áttir. En síðan eru smá frávik frá því. Það var allt sem í alheiminu var sprakk. Já. Það var ekki bara alheimurinn sprakk, heldur allt sem í honum er. Já, það sprakk úr þessu frumástand og reyndar sú kenning sem að flestir hallast að hún byggir á því að við förum lengra aftur í söguna áður en að frumefnið svona náða að kólna nógu mikið til að rafeindirnar voru til friðs og voru hjá kjörnunum. Þá getur líka veltið fyrir hvernig ef þú fer tilbaka og rekur söguna tilbaka, þá er svona eftir því sem alheimurinn þú ferð fyrr í sögu alheimsins, þá er alheimurinn þéttari og hann er heitari. Og það þýðir að ferlinn sem er í gangi að eðlisfræðin sem hún þarf að lýsa þeim, hún fer frá því í dag notum við bara almenn afstæðiskenninguna, svona hún nánast dugir til að lýsa því hvað vetrarbrautir eru að gera. Svona. En síðan þurfum við, ykkur tímapunkti þurfum við að nota skammtafræði, síðan þurfum við að nota kjarneðlisfræði vegna þess að þá eru ferlinn sem er í gangi þannig að kjarnar eru að rekast hver á annan og sundrast og síðan ef þú ferð ennþá framar í söguna þá eru það í rauninni orðnir kjarneindirnar og síðan eru það öreindirnar sem að mynda kjarneindirnar og síðan ef þú ferð ennþá framar þá í rauninni vitum við ekki hvað eins og við höfum ekki séð það í tilraunum en það er svona sem þetta hangir saman annars vegar við erum búin að vera að framkvæma tilraunir á jörðinni með hröðlum, það eru þessar smásjár okkar, við skoðum inn í efnið, reynum að horfa inn á við og þá sjáum við struktúr og við höfum svona tiltölulega flóknar kenningar svona í sögulegu samhengi sem að lýsa því hvað er að gerast þarna en hins vegar það lýsa því mjög vel og í sögu vísindana það er engin kenning sem að hefur verið prófuð eins nákvæmlega eins og þegar maður notar aðferði skammtafræðina til að lýsa á rafsegulsviði sem eru að víxlverka við rafeindir. Þetta eru einfaldastu sem við höfum rafeindirnar eru og það eru ákveðinir eiginleikar rafeindir þær hafa svona innri eiginleikar sem þær hafa náttúrulega massa, þær hafa rafhleðslu og þær hafa líka innri hverfiþunga sem kallar spuni og þetta allt saman því gerir það verkum að ef þú setur rafeind í segulsvið að þá hegður hann sér svona svolítið eins og skopparakringla þetta er kallað velta hún sendir frá sér geislun sem er hægt að mæla tíðni á og fræðin segja að það er svona ákveðin kennistær þarna sem er kallað segulvægi rafeindarinnar sem segir fyrir fræðilega það hver er tíðnin á þessari geislun sem hún sendir frá sér og þetta er hægt að mæla óheiminn nákvæmlega og í rauninni það er næstum fráleitt hvað er búið að mæla það nákvæmlega. Ég held að sé búið að mæla það með 10 aukastöðum eða eitthvað slíkt. Síðan getur þú framkvæmt útreininga með það sem við köllum skammtarafsögufræði sem var kenningin sem að Feynman og fleiri settu fram með miðja síðustu öld og þú getur reiknað þetta segulvægi og þú getur líka reiknað það með mjög mikilli nákvæmni og hver einasti stafur stemmir. Þannig að þetta er kenning sem að Þannig þessar agnir kunna starffræði? Það er kunna frekar flókna starffræði og heldur sér betri í starffræði heldur en við og það er svona þegar þú spyrir mig hvað er ég vissum. Ég er eiginlega alveg vissum að til þess að lýsa rafeindum og hegðun þeirra í segulsviði þá erum við með
mjög góða kenningu og við þurfum ekki mikið betri kenningu í það. En svo hins vegar að þú spyr mig hvað gerist þegar efni þjappar sér saman og fellur inn í svarthol, það er miklu, þar hef ég ýmsar hugmyndir. Það er engin skortur á því. Það hefur ekki getað mælt. En það er ekkert sem hægt er að mæla. Eða sannreynt með tilraunum. Já, en hins vegar, og strengjafræðin, hún var svona, ég vil nú ekki kalla hana endastöð, en hún og reyndar svolítið misjant hvað fólk á við, hvernig þú spyrð, hvað er strengjafræði. En hún kemur út úr svona þessari hefð sem öreindafræðin er. Þessi, hún byggir á öreindakenningum eins og skammta rafsegulfræði sem hafa reynst mjög vel. Síðan eru systurkenningar við rafsegulfræðina sem eru svokölluð sem lýsir veiku víxlverkuninni og rafsegulfræði reyndar, það er svona spyrðast saman. Það er kenning sem líka virkar mjög vel, kannski ekki 10 aukastafir en 3-4 alveg. Síðan er þetta erfiðar að eiga við sterka kjarnakraftin. Það er svona þessar reikni aðferðir sem hafa verið þróaðir í eldfræðinni, í öreindafræðinni. Það eiga erfiðara með að fást við slík kerfi, þannig að þó við teljum okkur að hafa nokkuð góða myndaði hvernig kjarnarnir hvernig hanga saman og hvað er í gangi í þeim, og þá er það ekki eins nákvæmt. Og síðan er spurningin hvernig þetta fellur allt saman. Nú ljóst að virðist vera að efni það var mjög þétt áður og eiginlega öll sú kjarneðlisfræði og öreindafræði sem að við kunnum, og við náttúrulega á ég við samfélag eldfræðinga. Þegar við beitum okkar bestu kenningum, þá fáum við mynd sem að virðist verið mjög góðu samræmi við það sem að sést út í alheiminum. Og það sem að, og það er svona tema sem að er svona gegnumgangandi hugmyndafræði í eðlisfræðinni er annars vegar þetta að þegar við erum að skoða lítil kerfi þá þurfum við alltaf að beita aðferðina skammtafræðinnar og síðan þurfum við líka, þegar að kerfin verða mjög þétt og fara að hreyfast rætt, þá þurfum við takmarkuð afstæðiskenninguna líka og þetta ráðum við allt saman. Síðan eru þessar mismunandi áhrif sem að agnir hafa hver á aðra. Ég var búin að nefna þyngdaráhrifin og svo eru rafsegulfræðin. Síðan er það veiki og sterki kjarnakraftar. Þetta eru þau sem við séð. Það er ekkert sem segir að það geti ekki verið fleiri kraftar í náttúrunni. En þetta er það sem við þekkjum. Og við erum með lögmál til að lýsa þessum sem eru nokkuð góð. En þau eru, það sem er athyglisvert er að 3 af þessum víxlverkunum, það er að segja rafsegulvíxlverkunin, og ég segi víxlverkun, þetta er svona orðfæri sem við notum í skammta, við tölum ekki um krafta í öreindafræði, við tölum um víxlverkanir, það er að verka hver á aðra agnirnar, en látum það liggja milli hluta, það svo sem, en þar eru við með sem sagt þessar 3 víxlverkanir sem við notum öreindafræði til að lýsa, og þar notum við kenningu, eða svona safn af kenningum sem er mynda saman það sem kallað er hið viðtekna líkan öreindafræðinar. Og svo er aftur hið viðtekna líkan heimsfræðinar, það er þessi heimsmynd sem ég var að lýsa áðan, sem að er, og þessar 2 viðteknu svona, þessi 2 viðteknu líkun, þau virðast verið nokkuð góðu samræmi við hvort annað, en þau hafa sérstaklega hið viðtekna líkan öreindafræðina segja náttúrulega voðalega lítið um þyngdaraflið. Og við getum skilið, ég byrjaði nú aðeins þannig í byrjun að tala um hvers vegna vitum við hvenær við þurfum að nota skammtafræði og hvernig ekki. Annars vegar náttúrulega var það að þegar að í upphafi síðustu aldar að fólk voru að framkvæma ýmiss konar mælingar, að þá gat sígilda eðlisfræði eða þessi kenningar sem voru þekktar þá, þær einfaldlega réð ekki við. Þær gátu vissulega sagt fyrir niðurstöðu mælinga en það var bara alveg kolrangt. Og það voru alls konar þversagnir og vandamál þar sem að skammtafræðin leysti mjög farsællega. Þannig að það var alveg ljóst að skammtafræði þarf að nota fyrir litla hluti. En við getum líka skilið það út frá þessum stærðum eins og þessum Plancks-fasta, út frá ljóshraðanum,
að þá vitum við svona hvenar getum við búist við því til dæmis að við þurfum að fara að nota flóknari kenningar heldur en skammtafræði, hvenar þurfum við að fara að nota skammtasviðsfræði til dæmis. Og það er í mjög góðu samræfi við mælingar. Síðan ef við síðan bara leikum sama leik fyrir þyngdaraflið, að því þar notum við náttúrulega almenna afstæðiskenningu Einstein sem hún er alhæfinga á þess að við kannski hugsum svona í daglegu tali þyngdartölum, þyngdarkraft. Það er í rauninni fræði Newtons frá því fyrir mörg 100 árum. Það eplið detti úr trénu. Já, og hann sagði okkur þetta byrjaði að sveigjast allt hjá Einstein. Og sveigja tíman. Já, og það er svona, það sem var kannski svo magnað við afstæðiskenningarnar var að þetta var svo allt önnur sýn á hvernig á heiminn. Og hafði mikil áhrif á hugmyndaheim okkar. Algjörlega. Þegar það kemur. Það, ég held að 20. öldin væri ekki svo sama og þá er ég bara að tala um svona hugmyndir fólks. Allir frönsku heimspekingarnir, Derrida og Foucault var jóhugsandi án Einstein. Það sem að væri hugmyndir sveigðan, raunveruleika, enga miðju og alls konar svona hluti. En frekar kannski Newton hafði náttúrulega gríðarlega áhrif og uppgötvanir sem eru gerðar í stjarnfræði á svipuðum tíma að jörðin snúist í kringum sólina breytt náttúrulega öllu. Þannig við vorum ekki miðji alheimsins. Það er tölvöld mikið það næstu bara jafn mikið áfall og guðdegi eða eitthvað. Og það sem ég var að lýsa áðan, þessi heimsmynd, það er í rauninni frumforsenda heimsfræðinar er að við erum á engan hátt merkilegur hvorki á sérstökum staðin í rauninni á sérstökum tíma. Betur sem þú skoðar þetta því ljósara verður að þú ert á engan hátt merkilegur. Það sem ég að því að þeir að fara alltaf þessu landkönnun og alltaf náti dýpri þekkingu. En svo þekking sem að þið finnið, hefur hún áhrif á heimsmynd okkar? Eða er þetta orðið svo aðgreint frá svona þeim veruleika sem að við lifum í? Þeir eru komin í svo fáránlega litlar stærðir eða stórar stærðir eða langan tíma að raunverulega ætti ég ekkert að vera að velta þessu fyrir mér. Fyrstulega náttúrulega hefur leyfi til að velta fyrir þig hverju sem þú vilt. Þannig að það var enginn sem getur sagt hverju þú mátt velta fyrir þig. Ég þarf að gera það mér til einhver skaks. Það er svona, kannski er það bara sem mamma sagði manni eða eitthvað. Það er eitthvað inn í manni sem segir að ég ætla að ná þessari þekkingu af því hún hefur raunveruleg, getur haft raunverulega áhrif á því hvernig ég upplifi heiminn. En ef þetta er bara eins og kannski þið þurfum stundum að heyra ef þetta er bara einhverjar vangaveltur í einhverju fílabeinsturni þá nenni ég ekkert að tegja með eftir þessu. Nei. Og vangavelturnar í fílabeinsturnum á fyrirhluta síðustu aldar, þær eru heldur betur búin að bylta heiminum. Því að öll okkar nútímatækni, hún tölvutæknin og annað, hún byggir á hlutum sem að fólk á þekkingu sem fólk viðaði að sér af því það var forvitið það hvernig efni hegðaði sér og var ekkert að spá í. En þannig að þú búin að velja úr sögunni eins og varst eiginlega að vara við áðan því að ef við færum til 1920 það voru hellinga fílabeinsturlum og langflestur af þeim eru bara tómt rugl. Algjörlega. Og það er algjörlega ef við skildum nú komast að strengjafræðinni fyrir ykkur tíma annað þá er alveg fyrir hendi sá möguleikja í rauninni það sem að hún hefur bætt við heimsmyndina eigi eftir að reynast ránt í einhverjum skilningi. Vandamálið er kannski meira það er mjög erfitt að hún er að segja fyrir hluti sem verður og fyrirsjáanlega mjög erfitt að framkvæma tilraunir á. En hún er hins vegar svona eðlilegt framhald á hefð sem að byrjaði í rauninni með Newton og kannski langar til að aðeins að leggja niður fyrir okkur. Það er þessi svokölluð sameiningar hefð, það er að segja fá að sameina sýn á fyrirbæri sem að kannski voru talin vera mismunandi. Og dæmi sem maður er oft rækið varðandi Newton var að hann var rauninni sá sem að sannfærði vísindamenn og heiminn allan það að þyngdaraflið er í rauninni sama aflið hérna niður á jörðinni, þar sem að lætur eplin dett úr trénu, er sama aflið eins og heldur jörðina á brautum sólina og svo framvegis. Og passar að tunglið þetta ekki á okkur. Já, og þetta var í rauninni alls ekkit
augljóst að þetta væri sama fyrirbærið, en það hins vegar í þyngdarkenningu Newtons þá saminum að þessa svona himinn og jörð í einni kenningu. Sama gerist á 19. öldinni varðandi segulmagnið og rafmagnið. Þetta voru talin vera aðskilin fyrirbæri og þau hegðuðu sér mjög mismunandi, en hins vegar var nú margt sem benti til þess að þetta væri nátengt, og í rafsegulfræði, og tekur eftir ég segi rafsegulfræði, það er búið að spyrða þau svo vel saman að í fræðunum að þá fjalla maður ekki annað án hins. Í rafsegulfræði Maxwells að þá er þetta bara algjörlega búið að spyrða þetta saman, og síðan í takmörkuðu afstæðiskenningunni þá er þetta algjörlega þannig að það sem að þá er það bókstaflega þannig að þú getur verið með segjum rafeind sem er kyrr, og hún, reyndar í skammtafræði er erfitt að fá rafeinda til að vera kyrr, en í takmörkuðu afstæðiskenningur er það ekkit vandamál. Hún hefur sitt rafsvið en ekkit segulsvið. Síðan bókstaflega við það að skoðana í staðin fyrir að horfa á hana kyrra, ef athugandinn er á hreyfingu miða við hana, þá er þetta rafhleðsla sem er á hreyfingu miða við hann, þannig í hans viðmiðunarkerfi þá er þetta og þá erum við verið að tala um rafstraum, það sé rafhleðsla hreyfingu. Rafstraumur veldur segulsviði. Þannig að það sem er bara rafsvið miða fyrir einn athuganda, bara það að leggja á stað og fara, þá allt í einu sjáum við þetta er líka segulsvið. Þannig að þetta er þessi tvö fyrirbæri. Hvort ekki senn eða sitt hvort eftir í hvernig þú sér það, eða hvort ekki senn, það er svolítið munur. Það getur verið hvort ekki senn, en ef þú byrja bara með rafsvið, þá segir takmarka afstæðiskenningin nákvæmlega fyrir það ef þú hreyfist hérna á ákveðnum hraða hvað þú færð mikið segulsvið og hvað mikið rafsvið. Það er algjörlega, það er ekkert neinu háð, neinu tilviljunum háð, það er algjörlega. En þarna er búið að spyrða saman þetta tvennt í, og þegar við síðan förum að nota aðferði skammtafræðina þá er það á rafsegulfræðin en ekki á rafsvið og segulsvið hvort í sínu lagi. Og síðan heldur þetta áfram vegna þess að svona mesti sigur öreindafræðinar á 20. öldinni var náttúrulega fyrst þetta að geta skilið yfirleitt hvernig við á beita aðferðina skammtafræðinar á rafsegulsviðið til að geta lýst ljósi og hvernig ljós hefur áhrif á efni. Þetta var mjög erfitt stærðfræðilega. Það voru svona nýjar hindranir sem höfðu ekki sést áður í skammtafræði sem þurfti að komast fyrir, en það tókst. En ekkit svo löngu seinna þá var komin fram ný kenning sem í rauninni sýndi að þessi veika víxlverkun eða veiki kjarnakraftur, hann var birtingamynd af sama fyrirbæri eins og raf og segulsvið. Og nú tölum við það sem kallaði rafveikakenningin. Hún lýsir þessu, þannig að það er þessi svona saminningar. Þannig að eðlisfræðingar eru alveg ánægðir eða geta núna nota eina kenningu til að lýsa fyrirbæri sem áður þurfti margar kenningar. Kenningu allt er draumurinn að koma með eina kenningu. Og ég er svona nálgast hana. Og síðan var reyndar stóð nú sterki kjarnakrafturinn svolítið til hliðar, en honum er lýst með mjög svipuðum, svona sambærilega starffræðilega, það eru náskildar kenningar eins og við notum til að lýsa rafsegulfræðinni og veikuvíxlverkunni, og það þurfti ekki koma óvart að ekkit löngu seinna, þannig við erum að tala um að rafveikakenningin kemur fram á 7. áratugnum og svo svona var ekki langt liðið á þann 8. þegar kemur fram tilgátur um það sem voru kallaðar alsameinuðar kenningar eða Grand Unified Theory, og þá var búið að spyrða sterka kjarnakraftin við líka, en ekki þyngdarafl. En auðvitað fór fólk þá að velta því fyrir sig hvort að það væri eitthvað sem væri hægt að ímynda sér að það væri einhver kenning sem lýsti þessu öllu saman. Og önnur ástæða til þess... Má ég aðeins, því að ég er ekki alveg inn í þessu. Áttu þá við að þegar þyngdaraflið er fyrir utan þetta, kenninguna, að það sé hægt að laga einhvern veginn sýn okkar á rafsegulsviðin og allt þetta, þannig að það sé eiginlega útskýri þyngdaraflið, að það sé eiginlega bundið sama sömu kröftum, eða ertu bara að búa til, á ég að sjá fyrir mig bara lengri formúlu þar sem er búið að tjasla saman eins og skúra á leikvelli banna. Já, sko, eða á þetta enda í bara litlum fallegum kassa sem er bara útskýrir allt. Þú vilt komast þangað. Og heldur það að sé hægt að komast þangað? Heldur það að sé bara svona einn líkill að heiminum? Nei, heimurinn er náttúrulega flókin. Og það er náttúrulega annað. Jafnvel þó þú finnir
þennan litla kassa sem allt væri voða, þá er það náttúrulega augljóst að þegar þú síðan setur saman nógu mikið af efni að þegar þú ert ekki bara að tala um einhverja eina ögn eða tvær að rekka saman heldur þá koma alls konar nýjir hluti til söguna, þannig að þú verður ekkit búinn þó þú fyndir einhverja. En þetta hefur meira að gera með... Það getur hent inn eins og hvers vegna eða eitthvað sem þetta getur ekki svarað. Hvers vegna spurningar eru nú alltaf svolítið erfiðar í eldfræðinni og það er meira við eiginlega leitust alltaf við að spyrja meira hvernig og hvað. En það sem guðfræðina hvers vegna og heimspekina. Já, en það sem hins vegar, þannig að ég er að stefna með þetta er það að þessar sameiningar, getum kallað hana áráttu þess vegna að þú vilt, að það var nokkuð ljóst að það yrði mjög erfitt að koma þyngdaraflinu þannig að, en það má hins vegar veltaði fyrir sig hvort að, og margir veltaði fyrir sig hvort að þeir yfirleitt þurfi, hvort að þyngdarafli sé ekki bara eitthvað allt annað, því að almenn aðstæðiskenningin, hún er allt öðruvísi kenning heldur en hinar. Hinar eru kenningar aðeins og kannski svolítið hefbundnar að því leitunni til að maður hugsa sér að maður er með eitthvað rúm og eitthvað tíma. Vissulega, jú, við þurfum að hugsa samspilið í þessu köllum tímarúm. En síðan erum við með efnið og svona þessi áhrif og ljósið og þetta allt saman er bara að ferðast í þessu rúmi. Þannig að rúmið er eitthvað svona leiksvið. En það sem var svo nýstárlegt í afstæðiskenningu Einsteins var það í rauninni að sjálft rúmið og sjálfu tíminn var hluti af kerfinu. Og þá getur maður spurt sig er hægt að ímynda sér einhverjar aðstæður þar sem að ég myndi þurfa að nota aðferði skammtafræðina líka á þyngdaraflið. Það er svo kannski ekki fyrirfram augljóst að svo geti verið en þó það er ýmislegt sem bendir til þess vegna þess að ef að alheimurinn er að spretta fram úr svona óhemmi þéttu ástandi þá mun hann hafa verið svo þéttur í upphafi eða mjög snemma í ferlinu. Það er erfitt að tala um upphafrendar þegar þú farin að tala um tímann og rúmið sem hluta af kerfinu að það er hægt að sjá fyrir sér aðstæður þar sem að þyngdaraflið þyrfti í rauninni líka að nota það fyrir skammtafræðinar á það. Og það er það í rauninni það sem að strengjafræðin er að leitast við að gera. En ástæðan fyrir því að maður getur sagt fyrir svo nokkurn veginn hvað þarf til er einmitt aftur að við leikum okkur með þessa fasta og þá er rauninni grunnfastar náttúrunar, það er ljóshraðinn og það er þyngdarfasti Newtons og það er þessi Plancks-fasti og þetta eru mælanlega stærðir þannig að þeir hafa mæleiginleika sem þýðir að það er hægt að raða þeim saman á mismunandi veg og fá þannig út aðra stærðir og það er til dæmis hægt að búa til með því að raða saman á réttan hátt þessum 3 stærðum og taka eitthvað kvadratrætur og svona að þá fær maður lengd og það er þá einkennandi lengd fyrir kerfi þar sem að er fyrst að við notuðum Newtons fasta þá þýðir að þyngdarafli kemur fyrir við notuðum ljóshraðan sem þýðir að takmarka afstæðiskenningin er virk og síðan er Plancks-fastin inni. Og lengdin er það strengurinn? Þessi lengd er kölluð Plancks-lengd og hún er mjög stutt. Við töluðum áðan stærð sem var 10 eða þess að 0 og síðan þurftur að setja cirka 10, 0 og svo 1 þá ertu komin nýr á angströmm. Ég ætla að hann sé ekki í 10. sætinu. Ef þú fer niður síðan niður í 35 þá ertu komin nýr á Planck-lengdina. Þannig að það er óhemju stutt lengd. Til samanburðar þá eru þessu öflugustu agnarhraðlar sem við erum að tala um í dag. Þeir eru að vinna með, þar eru við að tala um lengdir sem eru þá 10 - 17, 10 - 18 sem það síður sem það er 0 og þá 17, 18. Og mótið sem varst með áðan? 10 - 35. 30, ég manna það nú ekki alveg nákvæmlega. En það er svo miklu minna. En það er samt, en það er ekki 0. Þið er ekki snert þetta ennþá? Það er ekki komið nálægt þess ennþá. En þetta er þarna. Og er þetta strengur? Þarna er, þegar út komið með eðlisfræði á þessum skala, og við getum leyft okkur að ímynda okkur að hugsa svoleiðis hluti. Við getum ímyndað okkur að alheimurinn hafi verið svo þéttur að fjarlæðin á milli agna hafi verið Planck-lengdin. En þá hefur það enga merkingu lengur að vera að tala um eitthvað styttri fjarlæðin það, því að þú getur eiginlega ekki ímyndaði mælistiku sem er minni heldur en þessi Planck-lengd. En eins og þú lýsir þessu, þá er það einhverjir sem að taka 3 eiginlega reiknisaðferðir sem hafa verið búnar til þess að reikna raunverulegar stærðir. Þetta er ekki reikn, þetta er mældar stærðir. Ja, mældar, já. En
hann tekur ekki mælinguna og raðar þeim saman, heldur tekur reiknisaðferðina við að mæla og finnur þá út að þarna gæti verið til eitthvað sem heitir lengd. Já. Ég hef aldrei séð það, ég veit ekkert hvað það er, ég veit ekki hvort það sé til. Það sem þetta í raunin er að segja okkur er að ef að við gætum hugsað okkur bara búa til stærri og stærri hraðal sem kemst lengra og lengra inn, kostar svolítið mikið. Þá myndum við stranda á því að ekkert yrði styttra en þessi lengd. Já. Það er í rauninni það sem að held ég flestir eru sammála að það mun ekki hafa neina merking að tala styttri lengd en þetta. Og jafnframt þá segir þetta okkur það að ef þú ætlar að lýsa eldsuppsvæði á þessum lengdakvarða þá þarftu kenningu sem að er í samræmi við eða felur í sér almenna afstæðiskenninguna því að þyngdaraflið og hún felur í sér skammtafræðina. Ég gerir svona eins og ég þykir skilja þetta. En ég er aðeins nær held ég. Þannig að þetta er ekki eitthvað fyrirbrigði. Nei. Þetta er eiginlega eins og takmörkun á smæð efna. Já, og þetta er náttúrulega svo og þetta er svona grundvallar alveg eins og ljóshraðin er hámarkshraði, algildur þá er þetta minnsta vegalengd. En hvað gætur þú verið betur settu með að vita hvað þetta er? Að hafa skilning á þessu. Þá myndi ég fá heilsteypta mynd hugsanlega af því hvað gerist mjög snemma í sögu alheimsins. Sumum finnst það skipta máli. Það er, og síðan eru og það reyndar skiptir máli. Ég hussaði eitthvað, en það skiptir máli. Það er bara í öllum menningu sem við þekkjum vangaveltur það. Já, og þegar ég talaði í byrjun að strengjafræðin væri skiljanlegri heldur en aðra kenningar að þá, það fyrsta sem mönnum datt í hug náttúrulega var að taka almenna afstæðiskenninguna og bara beita aðferðum skammtafræðinar á hana. Og það er kölluð þyngdarskammtafræði, að kalla það, og fólk byrjaði að þróa það í rauninni bara leið og komin með skammtafræðin í hendurnar. Og þeir lentu í þessum sömu vandamálum eins og menn lentu í með rafsögufræðina sem að Feynman og fleiri listu á 5. áratugnum. En það tókst engum að leysa tilsvarandi vandamál fyrir þyngdarfræðina. Það var í rauninni óleysanlegt. Það er að segja að þú tekur almenna afstæðiskenninguna, notar sömu aðferðinni sem við notum með svo góðum árangri til að lýsa öreindafræðinni, þá endar með tóma steypu. Þú endar með eitthvað sem er klárlega ekki, það segir fyrir að það séu ákveðnar stærðir sem ætti að vera vel mælanlegar séu einfallega óendanlegar eða 0 eða bæði og þannig að maður getur raunin ekki, þannig að hún er ekki nothæf sem kenning. Og þá, þetta pirrar náttúrulega þá sem er að vinna í þessum fræðum að það sé eitthvað sem sé í rauninni, látum vera við getum ekki framkvæmt tilrauninnar en við getum ekki einu svona ímyndað okkur hvernig hlutinni virka. Það er rauninni það sem rekur áfram þessa þróun að vinna með það er rauninni þessi viðleitni að reyna að skilja eða hafa safnakenningum og líkonum sem að við getum beitt til þess að spyrja spurninga og svo veit maður að ekki rauninni fyrir en á reynir hvort að hugsanlega verði ykkur útsjónasamur í framtíðin og geti séð hvernig væri hægt að nota ykkur sem kemur langt að utan á geimnum til þess að einmitt prófa einhverja kenningu sem við erum að setja fram hluti sem er svona maður veit aldrei fyrirfram hvort að kenning hvernig á að prófa kenninga hvað er því það er En hingað til hefur þetta svolítið verið að því þú byrjaði svolítið á því að því stærri sem að smásjáin er að stjörnukíkirinn að sömuleyti hefur það kannski stjórna þekkingarleitinni líka geta okkar til þess að finna bara ný mælitæki Algjörlega, en nú erum við að tala ef við ætlum að búa til hraðal sem að kæmist niður og væri svona góð smásjá og ef við myndum ekki fá neina tækniframfæri heldur bara geta aukið orkuna jafn mikið fyrir hvert kílómetra af hraðli þá þyrfti nú hraðallin að vera svolítið langur þannig þyrfti að ná hérna og inn í miðja vetrarbrautina og sem er náttúrulega frálegt líka það mun aldrei gerast náttúrulega því að við sem verur vinnum ekki á það tæki 20.000 ára að framkvæma eina tilraun en strengjafræðin sem sagt, hún er viðleitni til þess að ná að sameina þetta, fá sameinaða lýsingu á þyngdarfræði og skammtafræði. Og hún er í rauninni skammtafræði strengja og það sem er svona munurinn á strengjafræði og öðrum tilraunum í þessa veru er að
og hún áreindar mjög sérstakar sögu, svona íaði að því áðan og henni var upphaflega ætlað að lýsa því hvernig sterku víxlverkunin virkar, hvernig Það svo flógaveikislyf sem einhvers vegar gott við hjartasjúklinga. Það má segja það sko, því hún á 5. og 7. áratögnum þá voru að smíða alltaf betri og betri hraðla og eitt af því sem gerist náttúrulega það fóru að koma allar þessar agnir og þetta voru ekkit bara rafeindir og róteindir sem komu, það koma alls konar agnir og það var alveg ótrúleg súpa af ögnum sem kom og það var mjög erfitt að átta sig á því í rauninni hvað væri í gangi þarna og það var allt og mikið af ögnum og fólk var farið svona alveg alvarlega íhuga það að kannski þyrfti bara að búa til einhverja kenningu þar sem að allar agnir væri jafn réttháar og það væri ekki þannig að einu ögn væri samsett úr öðrum heldur. Það væri bara þyrfti einhvern veginn að taka á þessu öðruvísi. Á þessum tíma þá var ekki búið að þróa þessa skammtasviðskenningu sem í dag við vitum að virkar til að lýsa sterku víxlverkuninni, þannig að það var algjörlega opið. Þetta við erum að tala núna í svona lok 7. áratugarins. En það var svona ákveðið mynstur sem við sáu svona í tilraunum að það voru ákveðna líkur á að eitt gerðist og annað gerðist og það út frá því þá var búið að svona það voru svona formúlur sem að virkuðu sem voru notaðar og það var svo ekki fyrir svolítið setna sem að aðrir komu og benta á ég býttu nú við þessi formúla, það sem þú ert í raunin að gera að þú hættir að gera ráð fyrir því að agnirnar væru punktlaga þú varst farin að gera ráð fyrir að væri strengir og þá gat bara með því að gera ráð fyrir þessu skoða rauninni skammtafræði strengja sem strengurinn ekkit annað en bara þú ákveður að hluturinn sem þú ætlar að lýsa væntanlega svona einhver lítil lykkja eða jafnvel bara lítil spotti þá talaðum hvort það opinn eða lokaði strengur að þetta gaf þessar formúlur sem að En úr hverju strengurinn? Hann málið náttúrulega að þegar að fyrir svolítið lengra í rauninni ég nú á því að sterka víxlverkuna það í einhverjum skilningi hægt að túlka sumt af því sem við sjáum í tilraunum út frá því að það séu strengir og strengir úr efni. Já, strengirnir eru þá í rauninu úr það eru í kjarneindirnar, þær eru samsettar og sem kallaði kvarkar og kvarkarnir þeir bera eiginleika sem að eðlisfræðingar kalla lit hefur ekkert að gera með venlega lit, þetta bara starffræðileg lýsing, litarhleðsla, þetta sambærilegt við það að agnir það bera rafhleðslu og þá hafa það rafsvið. Kvarkar þeir bera litarhleðslu og hafa litarsvið. En litarsviðið öðruvísi heldur en venjulegt rafsvið, það ekki bara plús og mínus, það 3 mismunandi litarhleðslur og ef maður leggur það saman á ákveðin hátt þá fær maður hvítt, það að segja engan lit. Og kenningin segir í rauninni að kvarkarnir sjálfur þeir bera lit og þeir hafa, það kemur þetta litarsvið frá þeim en litarsvið það dýrt í rekstri, það kostar mikla orku þannig að það sem að efnið gerir í staðinn að það bindur alltaf saman 3 kvarka sem hafa mismunandi lit og litarsvið bara á milli þeirra og það ferður mjög samþjappaðan hlut sem þessi róteind en síðan ef þú reynir að toga það í sundur sem gerist til dæmis þegar þú skýtur ykkur fast á og þá endar með að eitt kvarkinn fer lengra frá hinum og litarsviðið á milli og það strengurinn þegar maður reyna að nota strengjafræði til að lýsa kjarnefni eða kjarneindum þá strengurinn úr þessu litarsvið en reyndar það kenningar svona, það hægt að svona með því að hallundu flatt þá sér maður ákveðna strengja eiginleika en það ekki til neinn strengja kenning sem hefur skrifið niður sem að lýsir þessu vel Það opið verkefni sem að margir að vinna í að reyna að bæta. En þetta var nú samt þessar formúlur og þessar tilgátur sem voru þarna fyrir 1970, þar voru ekkert verið en hvað annað þegar var verið að lýsa strengja. Og síðan áttuðum við að þetta verið strengir og það var heilmikið fólk fór þá að skoða í rauninni hvað gerist. Í svona sinni einföldustu mynd að þá strengjafræði ekkert annað en það. Þú segir ég ætla að skoða eitthvað streng, látum vera úr hverjan hann bara eitthvað spotti, hann hreyfist í tíma þannig að þegar venjulega þegar þú ert með ögn og hún hreyfist í tíma þá í tímarúminu þá myndar hún línu sem segir hvar hún var á hverjum tíma og það kallað heimslína agnarinnar
Strengur, hann náttúrulega spotti og svo þegar hann hreyfist í tíma þá færðu flöt og það er kallaður heimsflötur strengsins og síðan heldur þú bara áfram og rekur þig áfram og þá kemur ljós að ólíkt því sem að ef ég fer að reyna að nota skammtafræði á agnir þá skammtafræði fyrir strengi, hún er kresin. Það er að segja strengirnir þeir hafa skoðun á því í hvernig tímarúmið þeir hreyfast. Og þar kemur tengingi við þyngdarfræðina vegna þess að þegar og það eru náttúrulega mörg skref hérna sem ég er að hlaupa yfir en þegar þú skoðar sem sagt hreyfingarjöfnurnar sem við fáum í strengjafræðinni að þá fáum við að fyrsta lagi náttúrulega svona smá vesen að í einföldustu mynd þá segir þetta nokkur reyndar að strengurinn hann þarf að hreyfast í mjög mörgum vítum og þú veist að ímyndaðir að tímarúmið hafi ekki bara sem sagt tímavít og 3 vítir heldur tímavít og svo 25 aðrar síðan 25 aðra vítir annað en tíminn. Annað en tíminn, já. Það er í sín einföldustu mynd og er ekki náttúrulega, tekur engin þá kenningu alvarlega sem mynd af heiminum en síðan það sem meira er að ef þú heldur áfram og leiðir hjá þér þetta smáatrið með allt og marga vítir að þá kemst að því að strengurinn hann getur bara hreyfst í tímarúmi sem uppfyllir sínar eigin jöfnur sem eru jöfnur afstæðiskenningarinnar pluss einhverja leiðréttingar reyndar en þannig að afstæðiskenningin þú byrjaði bara því að segja ég er bara með eitthvað streng ég ætla að skammta hana þá finnur afstæðiskenninguna og það sem meira er að þegar þú síðan heldur áfram að þá og þetta var reyndar þegar þú varst að reyna að lýsa kjarnefninu þar sem að þá var þetta vandamál en ekki kostur vegna þess að í afstæðiskenningunni að þá ef þú myndir reyna að beita þau vitum þó það ef við reynum að beita aðferðum skammtafræðinar á afstæðiskenninguna þá fáum við alltaf fram ögn sem að hún hefur ákveðna eiginleika, hún er massalaus eins og ljóseindin og hún hefur reyndar spunatölu 2, þetta er mjög sérstök ögn, hún er kölluð þyngdarögn eða þyngdarind og hún er náttúrulega bara ekki til staðar í kjarneðlisfræðinni. Þannig að þessi strengjafræði, hún var nú svona eins og mann leist vel á hana til að byrja með, þá var hún greinilega ekki að ná utanum kjarneðlisfræðina og síðan svona þegar kom fram á 8. áratuginn þá kom skammtasviðsfræði sem er kölluð skammtalitfræði sem er það sem ég var að segja frá með kvarkana og hún virkar mjög vel og þá náttúrulega afskrifuðu menn voru reiðubúnir að gefa strengjafræðinu på bátinn. Nema það voru nokkru sérfræðingar sérvitringar ætlaði nú að segja sem að voru mjög hrifnir af þessum hugmyndum og þeir héldu áfram og unnu áfram og þegar svona eftir því sem var bætt strúktúr við líkanið þá konu ljós að ef þú vilt eiga strengjafræði sem getur lýst venjulegu efni eins og rafeindum og öðru þá þarftu að bæta við það strúktúr sem er kallaður ofursamhverfa sem er tæknilegt atriði sem við þurfum ekki að fara út í hér en það hafði reynda þann kost að nú voru aukavítirnar færrið, nú varstu bara með tíma og 9 vítir en svo hélt fólk áfram og þannig nú erum við komin inn á 9. áratuginn og þá áttaðu með að segja á því að það væri rauninni hægt að ímynda sér að við værum auðvitað vitum við alveg að við búum í rúmi þar sem eru 3 vítir og tími en hvað ef að hinnar 6 væru einfallega þannig að þær væru svona lotubundnar í einhvern skilningi þannig að þær væru bara mjög við tölum í elsvæðinni þá tölum við með þessi þjappað saman. Þú getur hugsaðir að þú ert með ímyndum okkur bara við séum í 3 víðrúmi og síðan ákveður að skoða fyrirbæri sem er þannig að þegar ég fer eftir hring. Ég held að dæmi sem ég tók í einhver tíma þegar ég var að skrifa svar á vísindavefin er að þú hugsaðir garðslöngu og horfir á hana nálagt þá veistu náttúrulega hún hefur þversnið og hún hefur síðan lengd. Ef þú skoðar á henni fjarlæg þá lítur hún til að vera bara lína og þá sérðu ekkert að hún hvort þetta ekki bara spotti eða hvort þetta er gaslanga. Og sama hugsunni með strengjafræðina nema þú þarft ekki að gera þetta bara með 1 vít heldur fyrir 2, 3, 4, 5, 6 og þá spurðu með sig hvaða ef ég tek núna þessi lögmál strengjafræðina sem við þekkjum svona vissuleiti, við erum reyndar langt því frá að þekkja núna í kjölinn en þú beitir þeim aðferðin sem við höfðum og spurðir hvað getum við sagt um
þessar auka 6 vítir, ef við bara gefum okkur að þær séu ekki til staðar, sjáanlegar, heldur einfallega að gera ráð fyrir því eins og með garðslönguna að þegar við séum búin að fara segjum í 5. áttina, taka hænuskref, þá eru komin aftur á upphafsreitin. Og ef þetta er svo stutt að greinitækin okkar sjá það ekki, að þá gæti heimurinn eins verið bara 3 víður. Það er rauninni tilgáta strengjafræðinar er að það séu vissulega fleiri vítir til staðar en að einungis 3 af þeim séu vítir í þessum venjulega skilningi okkar. Eina sem við getum séð og hefur eiginlega áhrif á þann heim sem við lifum í. Já, þó svo að það séu aðra vítir þarna. Já, en það sem er svo magnað fléttaðir inn í. Já, þeir eru fléttaðir inn í og ef þú fléttar þær á réttan hátt að þá færðu kenningu sem að inniheldur afstæðiskenninguna í þessu venjulega 4 tímarúm okkar og skammtasviðsfræði kenningar sem að lýsa ykkur sem líkist mjög mikið rafsegulsviði, litasviði og veikasviðinu, þannig að þú getur fundið í strengjafræðinni þá er rauninni rúmfræði þessara samþjöppuðu vita, hún stýrir því hvernig efnið hegðar sér. Þannig að það er mjög eðlilegan hátt sem að strengjafræðin er að sameina lýsingu efnisins annars vegar sem við höfum náð svo góðum árangri með á 20. öldinni og svo hins vegar afstæðiskenningin. Hvort veggi er að koma út úr sömu kenningunni. Hins vegar er náttúrulega stóra vandamálið er að við fáum ótal aðra heima. Við getum lýst heimi sem er ekki ósvipaður okkar. Við getum líka lýst heimum sem er allt öðruvísi heldur en okkar. Og strengjafræðin enn sem komið hún segir okkur ekkert hvernig við, hvað er það sem var til þess að heimurinn varð eins og okkar. Þannig að það er alls... Ég var áðan að tala áhrif eðlisfræði á hugmyndaheim okkar og það er það að jörðin sé ekki miðpunktur alheimsins er náttúrulega stórkostlega byltingarkennd hugmynd. Ýmislegt í kenningum Einstein er það. Líka, það er ekki kannski eðlisfræði en bara eins og uppkvötun á því að það er þessu gerlar sem að hefa brauðið og gera búa til áfengið en ekki djöfullin eða illir andar og eitthvað slíks, þannig það hefur haft gríðarlega áhrif. Hvað veistu hver er að stýra gerlunum? Þetta hefur haft áhrif á breytt úr sér hugmyndar, því að hugmyndarheimur okkar verður aldrei samur eftir að finnast eitthvað svona grundvallaratriði hvernig svo veröld sem við lifum inn í er samsett eða hvað orkar á hana. Maður hefur heyrt alls konar skammtafræði og strengjafræði að það eigi að sanna að heimur sé bara alls ekki eins og við höldum, að svo langt frá því að vera eins og heimur Newton. Einhverju tilraun það sem er bankað í einhverja rafeind í London og hristist önnur í New York sem hafði áður þekkst. Svona hugsanaflutningur og endalaust sem að rennur einhvern veginn út í svona almenning. En ég held að sé nú mikilvægt að eitt af skilyrðunum fyrir því að við vilja tökum kenningar alvarlega er að þegar að við högum aðstæðum þannig að það mætti búast við því að eðlisfræði Newtons virki, þá er eins gott að þessar kenningar segi það en ekki eitthvað annað. Það er að segja að við setjum sem skilyrði að þessar kenningar þær þurfa að ná yfir, það þurfi í rauninni að gefa okkur það sem að gömlu kenningarna gáfu áður en síðan fáum við þessi nýju fyrirbæri þegar við erum að skoða hluti sem að gamlu kenningarna rauninni náðu ekki yfir eða gátu ekki lýst. Þannig að það er svona frumskilir ef þú notar skammtafræði til að lýsa rafeindum þá viltu að þú býr síðan til safna rafeindum, þannig að þú veist með Avogadro tölu af rafeindum og róteindum og býr til það sem heitir segjum málmklumpur. Þá vilt að sá málmklumpur að hann hegði sér eftir reglum Newtons þegar þú ert að tala hann sem málmklump. Hins vegar var eðlisfræði Newtons og Maxwell, hún gat ekki sagt neitt það hvers svona hluturum var málmur og svo einhver annar hlutur var gler. Það getur skammtafræðin. Þannig að
þetta er alltaf þannig að... Ég veit að þið eru í efnisheiminum, en það sem ég er að tala er áhrif uppgötuna þar á hugmyndaheimina, því að með allri virðingu fyrir eðlisfræðingum og vísindamönnum þá getið þið útskýrt voðalega lítið. Það er mannleg tilvera er svo margfalt flóknari heldur en... Og ég meina, þið vitið ekkert tilvist, þið vitið svo fátt hvernig, eða gæti orða þannig að hugmyndaheimur okkar er miklu breiðari heldur en næri yfir. Algjörlega. En sem ég að því að það hefur verið svona, ég veit ekki hvað þetta er mikið af þessu, en maður er alltaf að reka svona annað slegið á að eðlisfræðin sé að sýna fram á að heimurinn geti sannarlega verið eins ótrúlegur og við okkur grunaði, en fyrri vísindakenningar voru að segja okkur að væri ekki. Að hann væri eiginlega... Það gerist stökur sinnum, já, algjörlega. Eins og, og skammtafræðin, hún leyfir ýmislegt sem að sígild eðlisfræði myndi ekki leyfa. Það eru ákveðin kerfi sem að sígild eðlisfræði segir að ættu bara að vera óbifanleg og ekki til dæmis geislavirkni. Geislavirkni kjarna er eitthvað sem þú getur skilið með skammtafræði og ferlið sem að við skiljum það er ferlið sem gerist ekki í kenningu Newtons, það er svo kallar smug í skammtafræði og það sem við varst að tala áðan var þetta er skammtafræðileg flækja, hún er mjög áhugaverð og ég tek alveg heilsugar undir það að skammtaheimurinn hann er mjög lítt kannaður ennþá og það er svona á döfinni held ég dálítið bylting hversu mikil áhrif hún mun hafa okkar daglega líf er held bara ofsnefnt hreinlega að segja, en það er verið að þróa tækni núna og það er kannski ekkit skrítið að það sé núna og ekki fyrir, það er smá saman höfum við verið að fikra okkur niður ördtækni eða nanotæknin, hún var mjög ofarlega á baugi, og margt magnað sem hefur komið frá alls konar ný efni og annað. Næsta skref er að stíga niður á skala eða kvarða frummyndana og þá verður þetta skammtatækni og þá breytast leikreglurnar og þá getum við með útsjóna sem held ég skapað alveg ótrúlega hluti og eins og segir þetta hefur hagnýtingar fyrirsjáanlegar í því að ef okkur tekst að búa til dæmis það sem kallað eru skammtatölvur sem byggja þeirra svona yfirburðir yfir hefðbundna tölvur byggja dálítið mikið á þessum fyrirbærum að það er hægt að annars vegar að í skammtafræðinni þá eru samsett kerfi, þau hafa meiri áhrif hvert á annað og lúmska áhrif hvert á annað sem er ekki kannski... Já, það er kannski það sem ég ætlaði að koma að en náði að orða þér svona klaufalega. Þetta hefur kannski mest áhrif svona á hugmyndaheim fólks er að við ólust upp í heimi það sem var svona orsök og afleiðing. Svo er eins og eðlisfræðin ykkar raski því. Nei, það er samt orsök og afleiðing. Það er eins og þetta með fólk, held ég, rángtúlkar stundum eins og óvissulögmáli og vil meina og það að skammtafræðin gefi bara líkindi á því að eitthvað gerist. Það breytir því ekki að skammtafræðin er algjörlega jafna Schrödingers er orsakalögmál. Það er bara hvernig við lýsum tilteknu kerfi er öðruvísi. Við getum ekki sagt að fyrir nákvæmlega hvar allar agnir eru og á hvaða hraða eins og Newton ímyndaði sér að væri hægt. Það hefur ekki merkingi skammtafræði en ef þú ferð eftir reglum skammtafræðinar, leikur eftir leiklum, þá hefur fullkomið orsakasamhengi. Þá er veröldin ennþá vélræn. Hún er vélræn á sinn hátt. Mörgu fyrst leiðilegt að heyra það. Já, nei, en síðan er nú, ef þú fer svolítið lengra og velti fyrir hvað gerist ef ég tek síðan rafeindina sem þú varst að tala um að önnur væri í hér og hinn í New York, hvað þú tekur aðrar og hendur inn í svarthol. Þess að þú getur aldrei náði í hann aftur. Það er eitthvað sem að eðlisfræðingar velta fyrir sér og við til dæmis hérna út í Árvísindastofnun erum með verkefni þar sem við erum með hugsunartilraunir sem byggja á svona hlutum. Og þetta er svo sem gott að blessa meðan að svartholið er til staðar en síðan sagði Hawking okkur fyrir 50 árum síðan og svarthol þau í rauninni eru ekki þó þau séu afskaplega þétt og að þá smá saman á mjög löngum tíma þá gufaði upp. Þau smá saman senda frá sér svo kallað Hawking-geislun og Hawking eyðast. Hvaðar heldur þau soga að sér efni?
Nei, hugsunartilraun getur ímyndaður að þú sért bara með svarthol og ekki efni í kringu það. Þá mun það smá saman eyðast. Nei, ef þú verður með svarthol sem hefur til með svipaða massa eins og sólin, þá svo lágt hitastigið á geislunin sem fer frá því að það mun í rauninni vera í því að stækka en ekki minnka bara út af öllu umhverfi hérna í alheiminum okkar. En við yfirleitt leifum okkur að hugsa heima þar sem að við erum ekkert bundnir að akkurat bara því sem að við getum ímyndað okkur að framkvæma. Við ímyndum okkur svarthol sem hversu stórt sem og við gefum okkur eins langan tíma svo þar til að bíða eftir að hlutinni komi frá því. Þá setti Hawking fram tilgátu á mjög fljótlega eftir hann gerði þessu uppgötvun svartholin að þegar að svarthol inn í myndinni að þá munur tapa þessu orsakasamhengi. Þá munur ekki lengur, þá munur náttúrulögmálin ekki lengur vera ekki lengur vera leiða til fyrirsjánlegra niðurstaðna. Þetta náttúrulega hljómar ekki vel og auðvitað held ég nú á Hawking sjálfur og flestir að lita á þetta var í rauninni, hann var að benda á svona veikan punkt í kenningunum hjá okkur. Og það oft sem að hægt að verða framfærir í fræðunum, jafnvel þó að sé ekki hægt að prófa hlutina beint með tilraunum, einmitt þegar að henn átta sig á því að til dæmis að þarna varum við að tala tvær kenningar, annars vegar þyngdarfræðina með almenna afstæðiskenningun og hins vegar svo skammtafræðin. Þarna með því að skoða hvernig svarthol hegða sér á löngum tíma, þá fann hann snertipunkt á milli þessara kenningar sem virtist leiða til mótsagnar. Og það var svona mikil hvati til að þróa þessi fræði áfram. Það árangur að finna takmarkanir. Það rauninni það sem við sem erum að vinna í svona höfum áhuga á þessum spurningum gangverk, alveg reynum alltaf að gera. Það er að sjá, það svona að finna einhverju leiði til þess að reyna á þol kenningana. Best náttúrulega ef að kollegar okkar framkvæma tilraunir og einfaldlega geta sagt okkur að svona virka hlutinir og svona ekki. En ef að það ekki boði, að þá reynum við eins og í strengjafræði og í þyngdarfræði, þá reynum við að ímynda okkur tilraunir sem að við prófum kenningarna með. Auðvitað það ekki það sama, kemur aldrei í staðinn fyrir alvöru tilraunir. En það verður til þess að með þessu stundastrengjafræði, fólk sem stundastrengjafræði hefur svona ákveðis traust á því að bæði þetta kenning sem kemur, hún stendur svona nokkuð styrkum fótum í arfleið kenningar sem hafa virkað mjög vel og verið í mjög góðu samræmi við mælingar í hröðlum og á geislun utan og geimnum og svo framvegis. Þannig hún ekki gripin úr lausu lofti, það ekki eins og ykkur hafi bara sagt, já, nú ætlum við að fara að gera eitthvað allt annað. Þetta En, og með því að vinna síðan á svona vinnana áfram, að þá reynum við að annars vegar að leiða til mótsagna, ef það ekki hægt að sýna fram á að stærðfræðin gengur ekki upp sem hún byggir á, þá það náttúrulega komin nóg ástæða til þess að afskrifa hann og byrja upp á nýtt. Og ef hins vegar og þannig að ég veit alveg að strengjafræði, það oft deilt á hana, hún sé ekki búin að segja fyrir neitt sem sé mælanlegt og það alveg rétt. En hún hefur hins vegar annars vegar, þetta sem ég var að lýsa núna að hún ekki gripin úr lausu lofti og annað sem var kannski óvæntara að það eru reikni aðferðir sem hafa komið frá strengjafræðinni sem voru mjög óvæntar, komið í lok síðustu aldar og sem að gefa okkur leiðir til þess að skoða kerfi sem að hafa ekkert með strengi að gera og ekkert með þyngdarafl að gera. Kerfi sem ég myndi að sér að væri hægt að setja upp á tilraunastofu við lágt hitastig og fólk hefur áhuga á að skoða. Þá kemur í ljós að í sumum tilfellum að þá besta leiðin til þess að framkvæma útreikninga til að segja fyrir niðurstöðu mælinga, þá skilvirkasta leiðin í rauninni að skoða kerfi sem að inniheld svarthol, skrítin svarthol í skrítnum þyngdarfræðikenningum og eftir ákveðnum reiknireglum og þetta eitthvað sem að enginn átti von á. Að strengjafræðin gæti rauninni átt eftir að geta af sér svona hagnýtingu og vissulega þetta hagnýting í fræðilega elsu, þetta ekki hagnýting sem komin í
Þetta gefur okkur ekki betri farsíma en þá. Þetta ekki bara, þetta svona hlíðarpródúkt af strengjafræðinni. Og það er svona reiknisaðferði sem hún þurfti að búa til þess að ná þetta með sig, það reyndist þurfa hægt að nota það í annað. Og það það sem gerist svo oft í vísindunum að það eitthvað afurðirnar eitthvað allt annað heldur en það sem þú hefur átt von á. Og þegar þú ert að tala varðandi hugmyndaheimin, auðvitað strengifræðin, hún hefur lagt fram hluti eins og til dæmis bara hugmyndir auka víddir. Þær eru ekki lengur eins, ef þú átt við það sem strengjafræðin að tala þá það í rauninni ekki lengur neitt framandi hugtak. Og hún og þetta, hún hefur ekki enn sem komið Þannig að hún hefur örvað hugmyndir manna aðra víddir eins og að við getum verið til í öðru víddum. Án þess að þið hafi neitt sanna það, þá þetta svona sem hítar undir eldri slíkar hugmyndir. Gefur þeim kannski, sleppir þeim lausum aftur, það má segja það. En þannig að hún svona, og líka þetta, þannig erum við með kenningu sem þó hún sé, og ég vil leggja áherslu á það að hún í rauninni mjög frumstæð að mörgu leyti, það mjög erfitt, hún stærðfræðilega þungi í vöfum, það mjög erfitt að gefnum forsendum að reikna sig að einhverju niðurstöðu, en fólk náttúrulega útsjónarsamt og mikið í gangi þar, að þá hún, leyfi ég mér að fullyrða eina kenningin sem við höfum ennþá sem ekki hægt að afsanna ennþá bara með út frá skammtafræði þyngdaraflsins. En þú sem vísindamaður, myndir þú segja að á endanum mun hún náttúrulega verða afsönnuð? Það þín? Já, klárlega. Ekki alveg? Kenning Newtons hefur ekkert verið afsönnuð. Hún heldur sínu gildi. En það verður ekki fram að hún gildir ekki alls það. Algjörlega, og það held ég að gildi mun alveg, og það klárlega á við strengjafræði að strengjafræði held ég ef ég ætla síðan að lýsa til dæmis því hver innri gerð sólar, að þá væri frálegt að byrjunarreitunum væri strengjafræði. Auðvitað byrja ég frekar með þá eðlisfræði sem hentar betur þar. En þú hefur á tilfinningunni, eða veist, eða ég veit ekki, að það verður ekki þannig að við förum einhvern veginn dýpra inn í efnið og þá opnast fyrir okkur einhver nýr raunveruleiki sem að strengjafræðin getur ekki útskýrt. Þú er svona tilfinningunni við séum eiginlega komin á endastöð. Já, ég held að förum ekki dýpra. Ef við förum dýpra, við getum vissulega ímyndað okkur að fara dýpra í tilraunum, en það sem bæði strengjafræðin og reyndar bara þessi almennu pælingar út frá þessum mældu föstum náttúrunnar, þá segir okkur að við getum í rauninni uppgötað ýmislegt, við getum uppgötað nýjar agnir, við munum uppgötað kannski hugsanlega nýja krafta sem að halda saman rafvindunum, rafvindin getur verið bundið kerfi hver veit, en þegar það sem skilur að strengjafræðin og svo aftur bara svona heldur flóknari öreindafræðikenningar, það ekki rauninni, gerist ekki fyrr en að þú komin niður á þann lengt kvarða þar sem þú ferð að sjá að í strengjafræði þá eru rafvindir, þær eru litli strengir og þú ert úr strengjum og ég líka og allt efni, en hins vegar þessi strengir svo litlir að þeir gætu eins verið agnir. Og það ekki fyrir þú ferð að skoða framkvæma tilraunir eða skoða kerfi þar sem að það skiptir máli að þar sem þú getur greint lengdir sem eru það sem við köllum strengjalengdina, og hún í strengjafræðikenningum, hún getur við alveg niður við planklengdina, hugsanlega hún eitthvað stærri, en hún í öllu falli, við vitum að allar þær tilraunir sem við framkvæmt hingað til, það náttúrulega sína ekki neina strengi. Og hvar þetta mætist eða hvort að við náum nokkuð tíman að komast, það þori ég ekki að segja Og það vandamáli vegna þess að ef að strengjafræðin hefði sagt að róteindir eða rafeindir þar eiga lítið út fyrir að vera strengir þegar við skjótum þeim þegar við framkvæmum tilrauninnar í CERN, þá hefðum við annarkvort fengið já eða nei út úr því. Lárus, ég ætlaði nú líka að ræða við hvað þú að skoða sérstaklega og fleira, var sem við getum ráð, ég held að við aldrei verið jafn mikið undir í spjalli upp á alheimsins. Já, og svo sem kannski ekki mjög skipulega farið í það, ég byrði bara afsökunar á því. Nei, þetta er bara eins og ferðalag. Og en vissulega þá margt af því sem ég hef verið að nefna, það eru hlutir sem að snerta
Ég get kannski bara tekið stutt dæmi, bara í dag, í morgun áður en ég kom, þá var ég að leggja loka hönd á grein sem við ætlum að senda til birtingar í tímariti Dóttursnemi með mér. Það sem við erum að velta fyrir okkur hugmyndum sem hafa verið mjög á döfinni, sem eru vissuleiti eru þar komnar úr strengjafræði en þar eru raunin samt ekki strengjafræði. Og það eru hugmyndir, og þetta hefur svona legið í loftinu dálítið og mikið verið unnið í þessu sem segja að ástæðan fyrir því að það hefur reynst svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinnar á þyngdaraflið sé hugsanlega það að þyngdaraflið hafi aðra stöðu heldur en hinnar víxlverkun og sé hugsanlega kannski bara ekki grundvallar víxlverkun. Og það í ákveðnum skilningi sem að við getum, og auðvitað þetta er fræðileg eðlisfræði, við erum að skoða mjög sérstök kerfi og annað, en þá erum við að setja upp útreikninga þar sem við notum í rauninni við sýnum fram á að ef að þú ert með, hugsum okkur við byrjum bara með venjulegt tímarúm eins og jafnvel ekkert með eitt mikla sveigju, heldur bara svona eins og hér í kringum okkur, þá getur ímyndaðar að skoða hvernig, og svo hugsa ég mér einhverja skammtafræði sem lýsir efni þar á og þá erum við að skoða svona abstrakt hátt ákveðna eiginleika, grunn-eiginleika sem alla slíka kenningar eiga sameiginlegar. Og það hefur að gera með að í tímarúmi að þá höfum við orsakasamhengi ekkert fyrir hraðar en ljósið og fleira. Og síðan erum við að nota að í skammtafræði þá erum við að nota, sem sagt, það ákveðin, það línuleg algebra sem við notum, það stærðfræði kenningar og við erum að vinna þar og þá erum við svona að loka niðurstaðan á greinin í rauninni svo að það að vera með efni í að við getum í rauninni rakið okkur frá skammtafræði efnisins og ályktað út frá því að tímarúmið sem þetta efni í að undir ákveðnum skilurum, ef þau eru uppfyllt, það hlýtur að uppfylla jöfnur afstæðiskenningarinnar. Það eru rauninni afleiðing af skammtafræði efnisins. Og þetta og þannig við hefum átt að segja að þyngdaraflið sé þá ekki svona grunneining, sé ekki eitt af því sem að veröldinu flettu saman úr, heldur sé þyngdaraflið birtingamynd einhverja annar afla sem eru svona grunnþættir í heiminum. Já, og náttúrulega alveg frá dögum Einsteins að þá það búið að vera ljóst að í afstæðiskenningunni þá engin þyngdarkraftur. Það að segja þyngdaráhrifin þau koma fram í því að rúmið sveikt og síðan fara allar efni, það hreyfist eftir rauninni stystu leið í þessu rúmi, það fer eftir svokölluðum gagnvegum. Það í rauninni má segja að lögmáli Newtons að þá það fyrsta lögmáli sem segir að ef engin kraftur verkar á hlut þá hreyfist hann í beina línu eftir með jöfnum hraða og í sveigðu rúmi þá gagnvegur það sem svara til beina línu og þannig að það var í rauninni alveg ljóst að lýsing afstæðiskenningar og það ástæðan fyrir það hefur verið svo erfitt að beita aðferðum skammtafræðinnar á hana svo að þetta bara svona allt önnur nálgun á þannig að þyngdaraflið ekki til staðar, þetta í rauninni bara þú sveigir tímarúmið og svo hreyfist hitt og nú erum við sem sagt og ég legg nú áherslu á það við erum bara í langri röð við erum svona bæta við nokkrum tæknilegum skrefum, við erum alls ekki haldaði fram að við séum að eins og þinn heimur virkar, þetta eru margir sem að vinna saman, þetta endalaust samtal. Já, og við erum að leggja fram í þetta samtal sem sagt að við getum með því að skoða skammtafræði efnis í tímarúmi að þá erum við að spyrja hvaða eiginleika þarf sú kenning að hafa til þess að sveikt tímarúm sé í rauninni óhjákvæmi sem í samræmi við jöfnur Einsteins sé í rauninni óhjákvæmilega afleiðing. Svo ég skil þetta að þið getið útskýrt það sem að við töldum að þyngdarafli gerir að þið getið skrifað að burtu að þeir eru kannski erfitt að flytja þig á svona almennt þar. Þyngdaraflið náttúrulega áfram til staðar og afstæðiskenningin heldur algjörlega gildi sínu. Það sem við erum kannski að segja að hún sé í rauninni miklu nátengdari skammtafræði heldur en maður hefði haldið. Og þá afleiðing frekar heldur en frumkraftur. Og þú
þar að leiðandi, kannski ekki þar að leiðandi, en það liggur svona beint við þá að álykta að kannski sé svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þetta á sem sagt þyngdarsviði vegna þess að það sé í rauninni ekki rétta spurningin. Við eigum að nota skammtafræðina og allt annað og síðan fá þyngdarfræðina með sem bónus. Það er minnst mjög spennandi hugmyndi finnst mér og þá myndi ég nú segja líka að því þú varst að tala um hvaða áhrif skammtafræðin hafi haft á hugmyndaheim okkar. Þá er þetta náttúrulega mjög stórt skref sem við erum að fikra okkur. Við erum að taka hænuskref en stóra skrefið þannig í þessu samhengi er að þyngdaraflið sé þá hugsanlega bara beina afleiðing af skammtafræðinni þannig að jafnvel þessi stóru kerfi sem við höfum hugsað okkur að skammtafræðin skiptir engu máli þegar við hugsað hreyfingu plánetana. Þetta sé nú bara skammtafræði samt. Þá kannski, þó það sé ekki þannig, að þá gætu við séð heiminn öðruvísi, ekki sem svona massa sem hefur áhrif hvernig annan heldur meira eins og bara kviku. Áhrifin sem þeir hafa í rauninni þau lúta í grunninn, ef þú kafar alveg ofan í grunninn og þá lítur allt lögmál á skammtafræðinnar. Lárus, takk fyrir að hafa þolinmæði til að koma og reyna að berja þessu inn í hausinn á mér. Ég kannski náði einhverju, það er stundum sagt að maður náði alltaf bara einhverju þrennu. Ok. Þú útskýrir miklu meira það. Kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir mig. Og við munum halda áfram að fá hingað vísindafólk til þess að breyta umræðun okkar og breyta heimsmynd okkar. Já, við segjum stundum við erum á borðið að við sem alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Að til þess að skilja heiminn þá þurfum við náttúrulega að draga inn í skilning okkar, bestu þekkingu okkar tíma. En Rauðaborð heldur áfram, það er eitthvað allt annað hér á dagskrá eftir örskamastund. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.